Það líf og fjör í Holtseli í Eyjafjarðarsveit, en þar margt manninn, já, og dýrið. Þegar við rennum í hlað, mætir okkur makindalegur köttur sem kann aldeilis að láta sér líða vel í sólinni. Við röltum svæðið og reikumst á lausagöngu hænur og endur sem vappa og næla sér í æti. Í Holtseli eru þó kýrnar fjölmennasti hópurinn, en þær eru í óða önn að framleiða mjólk í heimagerða ísinn Holtsels Hnoss. Guðmundur bóndi og dóttir hans Arna Mjöll Guðmundsdóttir taka vel á móti okkur og mér fýsir að vita hvernig þeim datt í hug að fara að framleiða ís. Það var eiginlega forvitni því að mér var sagt að væri þetta í auglýsingu sem ég sá í bresku blaði að væri þetta fimmfalda verðið á mjólkinni eða arðunin af mjólkinni. Já. Þannig að ég sendi bara fyrirspurn og hún fór á laugardegi og svar á mánudegi og svo fórum við til Hollands í boði þeirra til þess að skoða svona vél. Já, fá meiri upplýsingar þetta. Fá meiri upplýsingar þetta. Einmitt. Og svo fengum við þær upplýsingar og komum með hér til Íslands bæklingur hann og niðurstöðu frá virtum þýskum rannsóknarstofum annað. Og lögðum það fyrir yfirdýralækni sem var þá, sem sambærilegt Matvælastofnun í dag. Já. Og spurðum hvort við getum ekki notað þessa vél á Íslandi, hvort það væri eitthvað á móti því og við biðum í 9 mánuði eftir svari. Það var aðeins annar biðtími þar heldur en að fá að koma að skoða það var annar biðtími hjá íslenska kerfinu heldur en annað og svo komst þetta aðeins eins og virðist vera að gerast núna, komst í fjölmiðlaumræðu. Já. Og þá tók ekki nema vika að fá svarið. Ég skil. Það hefur ýtt aðeins á eftir því. Það ýtt aðeins á eftir því og raunverulega þá fór þetta bara að rúlla og við gerðum okkar plön upp á framleiðslu og annað og þau hrundu algjörlega. Nú? Þetta fór svoleiðis langt fram úr því sem hafði hvarflað að okkur að væri hægt að raunverulega gera hérna. Þetta bara sló í gegn. Já, bara sló í gegn strax. Það sé bara orðið yfir það. Einmitt. Þeir eru með opið hérna í búðinni eða ísbúðinni og kaffihúsinu helgar veturna, er það ekki? Já, svona ef við erum heima. Við höfum haft miða í glugganum bara og svo bara hringja menn ef þeir komin í staðinn þeir sem fatt ekki að hringja á undan sér. Já, einmitt. En svo opnum við núna 1. maí. Þið opnið 1. maí og þá eru opið alveg fram yfir sumar eitthvað? Fram á haust. Fram á haust. Alla daga fram á haust. Núna bara líklega bara helgar í maí. Það búinn að vera talsverður reytingur núna í vor. Já, er fólk mikið að koma svona ísrúnt út í Eyjafjarðarsveit? Það er talsvert mikið það menn kom ísrúnt. Það er mjög mikið trafík hérna, allt sem er nokkuð jöfn bara. Já, og þið eru náttúrulega með alveg heilmikið af framandi bragðtegundum. Já. Hversu margar bragðtegundir eru þið með? Við höfum að jafnaði 14 tegundir í skapborðinu. Já. Og allir við séum ekki að nota svona, ef það klárast þá bara skiptum út og það er ekkert endilega sem segir að við förum í þá sömu. Við erum satt að nota svona 25-30 bragðtegundir jöfnum höndum. Einmitt. Í einu. Hvað heldur það hafi kannski verið með margar bragðtegundir í gegnum tíðina? Ég veit það ekki, það er ótrúlega margar því að við eigum á 1500 uppskriftir. Já. Við erum með 80 grunnuppskriftir sem eru svo með mismunandi variasjónir við hverja uppskrift, grunnuppskrift. Svo erum við með á annað 100 uppskriftir á sorpi. Svo erum við með jógúrtísa og skýrísa. Þannig að hugmyndaauðgi er ekki vandamál allavega? Nei. Og við höfum notað hvönn, við höfum notað bæði laufin og hvönn, við höfum notað fræið, við höfum notað hundasúrur. Hvítlauk sem sumum finnst skelfilegt sem bragðefni. Hvítlaukís, já. Ég veit ekki hvort þú ert að selja mér þetta, en... Hann er mjög góður að þú notar hann í staðinn fyrir rjóma í góða fiskisúpu. Í ísborðinu er hægt að velja sér kúluís og óhætt að áætla að þar sé eitthvað fyrir alla. Við fáum að velja okkur 2 kúlur og þegar Guðmundur segir mér að í bláberjaskýrísnum séu bara bláber úr eyfirsku berjalingi er valið ekki erfitt. Ég er líka ansi veik fyrir kaffi, þannig að hinn kúlan hlýtur að vera White Russian rjómaís. Það er líka hægt að kaupa ís í boxi ef maður vill eiga í frystikistunni heima. En það er ekki bara ís á boðstólnum. Þeir eru með litla búð sem er í rauninni undir merkjunum beint frá bíli. Já, þetta er eina af fáum svona búðum á Íslandi sem er beint undir merkjum beint frá bíli. Einmitt. Sem hefur verið samþykkt sem slík. Já. Og þeir eru þá með í rauninni alls konar vörur, er það bara héðan úr sveitinni, er það alls staðar að? Nei, það hefur verið alls staðar, það hefur verið austan af
Héraði, Já. Stórhól í Skagafirði, Miðskeri við Hornafjörð, svona, eitthvað sem ég man. Þið takið í rauninni bara til svona það sem ykkur líst vel á? Já, svona það sem kannski aðeins öðruvísi heldur en það sem allstaðar hægt að fá. Já, en þeir eru náttúrulega svolítið mikið líka með ykkar eiginvörur eins og kjöti. Og svo eru hérna sperlar og hangikjöt og nú Mývatnssveit. Já. Þannig að við svona... Þetta er allstaðar að? Allavega fyrir 3 árum þá var þetta sú verslun á Íslandi þó hún sé ekki stór sem var með mest úrval af vörum sem voru eingöngu beint frá býli. Það er frábært. Og hérna, hvað er þetta hérna? Þetta er broddur. Ég hélt þetta að vera appelsínusafi. Já. Þetta er fyrsta mjólkin eftir burð. Já, einmitt. Maður hefur nú heyrt af því. Og þetta seljið hérna. Er þetta vinsælt? Já, reyndar. Já. Vinsælast hjá eldra fólki en yngra fólk notar þetta. Og þessir hörðustu fitnessmenn sem að vilja fá náttúrulegt prótein, þeir drekka þetta af stút. Að sjálfsögðu? Þarna ertu bara með náttúrulegt efni sem að er, já. Bara rosalega orkugefandi. Já, og fullt af próteini og mótefnum og öllu sem þú þarft á að halda. Hérna ertu með skyr. Hérna erum við með skyr, já, gert á gamla mátann. Já, óhrært. Óhrært og pokasíað. Holtselshnoss, það er rauninni merkið sem við höfum notað. Einmitt. Það eru ekki eftir því sem ég best veit nema innan við 10 aðilar á Íslandi sem að gera skyr upp á gamla mátann. Já, og þið eru einn af þeim. Já. Er þetta sama skyr og þið notið svo í skyrrísin ykkar? Já, upphaflega byrjuðum við að gera skyr til þess að nota bara í ísinn og svo lendir það hérna svona fram af og til. Hérna ertu með sápur. Já, þessar koma frá Lóni í Kelduhverfi. Lóni í Kelduhverfi. Það er ekki langt að fara. Nei, hún gerir þessar sápur heima. Og þetta er þá úr? Þetta er úr sauðafytu. Sauðafytu. Skítverkasápa. Já. Það hljómar eins og eitthvað sem maður þarf að halda. Já, þurfi ekki allir að þú varst í skítverkin. Jú, ég myndi halda það. Ég mæli með þessu.